Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín eru komnir góðir gestir beint úr Þjóðskjalasafninu. Það Ólafur Arnar Sveinsson, sagnfræðingur og sviðsstjóri rannsókna og skráningar. Fræðslu og rannsókna. Og Þórunn Marel Þorsteinsdóttir, verkefnastjóri Einkaskjalasafna og í Þjóðskjalasafninu. Verið velkomin og takk fyrir að koma. Já, takk fyrir. Mér fannst svo spennandi ráðstefna sem ég sá eða málþing sem þið voru með. Var það bara heitið hverju á að henda? Sem að mér fannst svona upplagt að kannski ræða aðeins Einkaskjalasöfn núna þegar að fólk svona með vorhreingerningar nú kannski yfir staðinn en svona sumarhreingerningar og tiltektir ýmsar og svo náttúrulega dánarbúin og allar sorpuferðirnar, maður sér að það svolítið svona mikið að gera á sorpu núna og þá hugsa ég alltaf með mér guð með góður allir sér ekki verið að fara þarna með eitthvað alveg svakalega mikilvæg skjöl. Getið þið sagt okkur aðeins bara frá hvað voru þið að pæla í ykkar erindum svona? Já, við fórum aðeins inn á þetta. Þetta spurning sem við fáum mjög oft. Viljið þið eiga þetta? Við bara henda þessu. Og við viljum náttúrulega helst fá bara að vera með í ráðum þegar það verið að fara í gegnum og flokka og sérstaklega þá að fara eitthvað á sorpu. Það nú svona leiðilegra þegar skjölin enda þar sem að hafa mikið varðvistugildi og getur komið sem Einkaskjalasöfn til okkar. En fólk veit gjarnan ekki af okkur og Einkaskjalasöfnum almennt. Fólki dettur kannski ekki endla í hug að fara með gamla pappíra og afhenda stofnunum þá Þjóðskjalasafni eða Héraðsskjalasöfnum eða öðrum varðvistustofnunum. Þannig að okkur varst bara tilvalið að taka þetta aðeins fyrir og fjalla aðeins það hvað gildi skjölin hafa og hvað hægt hvert hægt að snúa sér. Það líka svona hefur verið kannski svolítil vakning á síðustu árum að skjalasöfn, Einkaskjalasöfn, það að segja einstaklinga, að því það kannski svolítið ríkt í okkur að eingöngu skjöl háttsettra og einhverja sem eru frægir eða embættismenn eða svoleiðis að þau eigi að geymast í Þjóðskjalasafninu. Þetta svona mikið þjóð með stóru þotni. Er þetta ekki núna, eru þið ekki alveg að biðja skjöl bara frá almenningi eða hvað? Jú, við erum auðvitað bara líka reyna bara að efla vitund með allra stétta og alls almennings varðveislugildi skjala og þau þurfa einmitt ekkert að koma frá efsta laginu, við köllum það svo. Og þetta líka, við erum líka bara minna á alla valmöguleikana. Það ekki bara Þjóðskjalasafn, það eru líka aðrar vörslustofnanir víða um landið og Héraðsskjalasafn. Það margir möguleikar og mikilvægt kannski að huga þessari faglegu ráðgjöf að fólk fái skjalaverðina aðeins með sér að rýna í hlutina áður en að hlutunum hent. Tíminn auðvitað verðmætur og maður sýnir því alveg skilning að það liggur á að tæma geymslur og fólk að missa húsnæði og annað En er ekki tími ykkar líka svolítið verðmætur? Varla getið þið verið alveg að þeysast inn frá dánarbúi til dánarbús bara og veita ráðgjöf eða hvað? Gerið þið það? Við leggjum okkur fram eins og við getum auðvitað en þetta kannski getum við sagt að rauði þráðurinn að vinna saman að þessum málum. Það ekki bara skjalasöfnin sem að leita upp í söfn og til varðveislu, heldur að almenningur sem meðvitaður valkostina og það þurfum við kannski bara að fara svolítið sameiginlega yfir hlutina hvort þessi varðveislu gildi í gögnunum eða ekki. Þannig að Er hægt að segja gefa einhver hint hvað það sem að ber vott varðveislu gildi eða sem sagt svona þess eðlis að megi varðveita það? Það er erfitt að koma með einhverja skýra línur það hvað og hvað ekki þess verið að varðveita. Ég held að sagnfræðingar almennt séu á því að sem flest sé þess verið að varðveita af því að þetta geymir allt sögu okkar, sögu þjóðar og einstaklinga en helsti punkturinn að við tökum ekki við prentuð efni, ekki frá nema sé komið frá félögum einstaklingum sjálfum.
að öðru leyti þá þetta oft bara, þetta bara samræður sem við eigum og við fáum mikið af fyrirspurnum eins og segjum að aðstofafólk við dánarbúi og svona, við fáum mikið af fyrirspurnum bæði í tölvupósti og í síma við erum með símatíma og þá hægt að spyrja að þessu og yfirleitt hægt að gefa nægar upplýsingar til þess að koma fólki af stað við að afhenda gögnin sín bara í freka fljótu bræði þannig að þetta er ekki það mörg flækist yfirleitt að þetta svona. Og en skilgreining á einkaskjalasafninu að þú segir að það ekki prentað efni en sem sagt, þetta tilheyrir einhverjum einum einstaklingi, það ekki yfirleitt? Það eru einstaklingar, félög, samtök og fyrirtæki. Það eru þau, þið takir líka við því. Já. En prentuð, ef það eru þá bæklingar sem að tengjast þessu fyrirtæki til dæmis? Já, það er eitthvað sem við höfum alveg tekið við og þetta einmitt eins og segja, þetta bara svona samtal sem við eigum í hvern skipti. Er þetta rosa mikið magn? Er þetta frá stofnuninni sjálfur eða samtökunum sjálfum? Eða er þetta eitthvað aðsend sem að kannski skiptir minna máli? Eða er þetta í samhengi við eitthvað önnur gögn í safninu? Þannig að þetta er bara alltaf matsatriði. En ef annað borð þið ætla að taka við til dæmis og geyma gögn starfsemi einhver lítils fyrirtæki segjum, þá viljið þið ekki að sá sem að fara að afhenda það sé búin svona ruslast af íslensku dugnaði, ruslast í gegnum það og henda, heldur viljið þið frekar sjá það sjálf eða hvað? Já, við viljum reyna að halda í það sem að kalla upprunareglu eins og hægt er, að gögnin haldist í því formi og þeirri röð og reglu sem að þau urðu til, hvort sem það eru 50 árum, 10 árum eða hvað það er. En við viljum líka fá innsýn inn í hvað þetta, hvernig skipulega gögnunum. Þannig að þá þurfum við að taka aðeins samtal við skjalamyndarann, þann aðila sem að myndar þessi skjöl. Bara svona aðeins kannski með brentað efnið, að þegar við erum að tala að við tökum ekki brentu efnið, þá erum við að tala efni sem nú þegar á bókasöfnum, við erum að tala bækur og tímarit, en þegar við erum kannski að tala bæklinga sem að verða til í litlum félagasamtökum, eitthvað sem ekki fjölbrentað til varðveislu kannski á bókasöfnum, það erum við alveg til að halda saman inn í því að það ber svo mikið vott starfsemina og það er eiginlega mikilvægt að halda því alveg absolutt inn í. Og prentaða ræðu, eitthvað svoleiðis. Prentaða ræðu sem að hvergi annars það er til. Já. Og við erum þetta fyrst og síðast að einblína á frumgögn sem eru frumgögn og verða bara til á einu stað í rauninni. Já. Þetta slæðist alltaf með fjölbrent og eins og gengur bara og þannig að þetta er svona kannski spurning forgangsröðun og einhverju leyti. En svo eru það einstaklingar sem að kannski hafa ekkert, ég veit ekki, ekki í neinu nafni að safna saman eða eiga einhver kannski til dæmis bara bréfasöfn og það kannski fer svolítið fækkandi þessum miklu bréfasöfnum með tímanum eða hvað. Það heyrir jafnvel sögunni til að menn safni miklum bréfum? Já, ekki gott að segja sko. Ég myndi nú halda þetta svo sem á 21. öldinni sem fólk að skrifa færri bréf en það gerði áður. Mögulega er fólk enn að halda dagbækur. Það er einhverjir sem gera það. Og svo líka fullt af bréfasöfnum í vörslu fólks sem að hafa bara komið til þeirra frá dánarbúum, frá og afa og lengra aftur jafnvel. Þannig efnið sannarlega til úti. En það sem kannski að vera til í dag bara á öðru formi og það kannski meiri annar svona vinkill, þessi rafræni heimur. En þegar að fólk svona kemur að sem þetta ætlar að taka til í dánarbúi segjum og sér þarna einmitt bækur sem eru til allt kannski útgefið efni, þá það bara spurningum að skipta því á milli ættingja eða ef svo eða reyna að gefa það og flestir segja að það sé festsöfn vilja taka móti kannski svoleiðis útgefnum bókum, þannig að þau fara mikið til að sorpu heyrist manni sko núna, en svo það hitt sko, svo kemur þessi lína að það kemur svona þetta alls konar dót, borgarskjalasafnum með þessu tímabili var auglýst eftir því að væri til í meiri sig að taka móti svona sko gripum og munum en þið eru náttúrulega með skjöl og það þetta þá aðalega bara
allt sem að telst til enga efnis þessara persónu. Svona bréf, dagbækur. Já, það rauninni allt sem að verður á uppruna sinn hjá einstaklingnum, félaginu eða fyrirtækinu sem ekki opinbert. Það lítum við á sem einkaskjöl. Varðandi muni þá höfum við svona alla við erum auðvitað ekki að safna munum og það meira kannski byggðasöfn og minjasöfn sem að gera það. Ljósmyndir að vísu þetta, við lítum á þau sem skjöl. Já. Það menna í ljósmyndirnar og við höfum alveg gert undantekningar með muni sem að eru þó kannski meiri muni sem að tilheyra ákveðnu félagi og svona fundarhamar manni eftir í tilteknu félagi sem að fylgdi með. En alla jafna, nei, við erum yfirleitt ekki að taka við mununum. Þó við viljum auðvitað reyna að halda skjalasafninu sem heilstæði eins og hægt er. Svo þetta spurningum einmitt það sko þjóðdeildin eða landsbókasafnið og svo það nú áformum að loka borgarskjalasafninu. En hvert svona einhver munur á því ef að menn eru með enga skjöl, hvort þetta að fara til ykkar eða á handrita eða semst á landsbókasafnið? Getið þið eitthvað svona sagt gefið leiðbeiningar? Við reynum einmitt að við fáum fyrirspurnir að leiðbeina fólki með skjölin á þann stað sem að því finnst að eiga heima og þá bendum við ofta á einmitt héraðsskjalasöfnin. Það fer eftir því hvort að gögnin koma frá einstaklingi sem einhvers staðar að það sem héraðsskjalasafn. Það ekki héraðsskjalasafn á öllum landsvæðum og þá þjóðskjalasafn. Þarna tekur við skjölum að það frá það líka, þetta alltaf val einstaklingsins hvert að vill skila. Við bara reynum að leiðbeina fólki eftir bestu getu og það getur bara þá helst tekið ákvörðun sem hendar þeirra skjölum best. Já, og svo skráningin raunverulega sem svolítið ferli sem kannski mörgulegt ánægulegt getur verið fyrir fólk líklega þegar að fólk þarf að fylgja eftir afhendingunni með því væntanlega sko spyrjið út í samhengi gjafarinnar eða svoleiðis eða afhendingarinnar. Já, við fáum upplýsingar með afhendingunni þegar við fáum hana í hús og svo bara það ekki alltaf sem að það eitthvað frekar samtal sem á sér stað en það getur alveg átt sér stað. Já. Það sem að þarf að fara betri við gögnin eða fá frekar upplýsingar þau. En maður hefur sko heyrt að fólki finnst þetta svolítið skemmtilegt. Þetta kemur óvart hvað þetta svona ánæguleg reynsla sem sagt, að eitthvað sem að fólk jafnvel hélt í fyrra daga væri rusl, fer allt inn í gegnum svona formlegt ferli og fagfólk eins og þið tekur á móti því og einhvern veginn þetta verður svona einhver fegurð í því. Ef það til dæmis sko dánarbúa að ræða, að þá þetta svona einhvern veginn tilfinning fyrir áframhaldi. Já, við reynum líka alltaf einmitt að sýna því virðingu að fólk að skila með einkaskjölin. Þetta eru persónulegi munir og þetta eru oft mjög nátengt fólki og það vill fá að tala um einstaklingin sem var að skila inn skjölunum og við viljum líka fá þessar upplýsingar því við viljum halda þeim líka bara fyrir safnið og bara sé sem ítarlegastar upplýsingar safnið. Þannig að þetta er oft gott samtal sem á sér stað í kringum það að afhenda gögn. Og svo þetta líka, það ekki spyr fólk ekki þá líka sko tröstið eða þarf að segja hvort þetta eigi að fara að sýnast eða hvort þetta eigi að vera leynd á því eða eitthvað svoleiðis. Jú, tröst þetta algjört lykilatriði í þessum málum og fólk þetta líka að velta fyrir sér takmörkuð aðgengi. Það getur verið upplýsingar í gögnunum sem eru viðkvæmar einhverju leyti og þá ég ekki endilega að meina viðkvæmar í skilgreiningu lagana sem það bara sjálfkrafa takmarkað. Það eru viðkvæmar persónuupplýsingar. Þannig að fólk að huga því að afhenda söfn og vil kannski takmarka það gengi í 20 ár, 30 ár og við reynum að koma til mótsöða eins og við getum. Við höfum þennan ramma að geta takmarka það gengi á gögnum í 80 ár. 80 ár, já. Frá tilurð gagna og það bara í takt við lög persónuvernd og sömuleiðis upplýsingalög og þannig að fólk auðvitað huga því og það traust algjörlega lykilatriði og líka bera virðingu fyrir þessum gögnum og þau eiga sér uppruna hjá fólki sem lifði og dó og lagði mikið til landsins þannig að það bara, já það ákveðin svona forréttindi að fá að síðan aðeins að taka þátt í þessu að varðveita þessi gögn og sem að bregða svo byrtu á hvernig lífið var kannski fyrir 50 árum eða
80 árum, 150 árum og svo framvegis. Já. Með öðru sjónarhorni en við sjáum kannski úr hinum opinberu gögnum. Þannig að það er það sem er svo verðmætt í þessum gögnum, að það er sjónarhorn einstaklingsins eða lítils félags sem starfar á litlu svæði, að það getur verið ofboðslega dýrmætt líka bara upp á rannsóknir í framtíðinni. Þannig að þið raunverulega trúið svolítið á, þú ert sagnfræðingur og þú kannski líka, já, þið svona trúið svolítið á þetta sjónarhorn, sem sagt, frá sjónarhorni einstaklingsins og sögunar sem að einstaklingurinn er að skrifa kannski bara í bréfum. Já, og oft ómeðvitað, það er ekki, þú ert kannski ekki að skrifa niður eitthvað sem þú heldur að fólk líti á eftir áratugi eða aldir og finna ykkur upplýsingar út úr sem að þetta er ekki í huga og þú sérst að koma niður á skjal. En það er þannig, það fólk er að segja ákveðna sögu lífsins bara í gegnum gögnin sín. Og þetta er oft bara, mér finnst þetta oft vera mjög falleg heimild líf einstaklings og hversdagslífið. Það er alveg mjög mikilvægt að reyna að venda þetta. Já, og frumgögn af þessu tagi eru líka bara, eins og all frumgögn eru forsenda rannsóknarstarfs og vísinda í landinu, þannig að það er alveg greiðlega mikilvægt að varðveita þau ef að kostur er. Og svo náttúrulega hefur verið svona vakning svolítil á Íslandi, Sigurður Gylfi frumkvöld svona í þessum einsögurannsóknum og svo fleiri hafa náttúrulega margir hafa verið að vinna í þessu að virkilega skrifa söguna eða bara líta á söguskrif sem svona, hvað er það, meira lýðræðislega söguskrif heldur en kannski bara topp sögutoppana. Já, svona alþýðusaga. Já. Þannig að finnst ykkur vera vakning, finnst ykkur svona almenningur vera meðvitað þetta og svona fólk átta sig á því svona á mikilvægi þessara gagna eða? Svona já og nei. Ég held að ég myndi segja svona einkaskjöl eru að vissu leyti út allt. Þau eru í umræðinu oft og þau birtast okkur svona í fjölmiðlum, kvikmyndum og öðru efni. Það er svona ákveðin myndræn framsetning í því að sína atriði þar sem að fólk er að skrifa kannski síðasta brefið í einhverju þekktri senu í einhverju lífi sem að við þekkjum söguna svolítið aðeins, en það gefur okkur einhverja ákveðna dýpt og einhverja vídd að hafa þennan svona eiginleika en svo þegar við kannski horfa inn á við og velta fyrir okkur eigingögnum og þá held ég kannski fólk sé ekkit sérstaklega mikið að velta fyrir sér að þetta sé endilega varðveisluvert efni. Þetta er nú bara einhverju dagbókarskrif sem ég var að hripa niður 1980 eitthvað og þetta er bara eitthvað drasl, sko. Ég er ekki nógu mikilvægur til þess að varðveita gögn og þannig að ég held að sé svolítið svona allir gangur á því, sko, hvort að. Já, er það nú ekki þannig að oft afkomendur þurfa að sannfæra ef afkomendur eru til staðar, sannfæra að þetta geti verið mikilvæg gögn. Maður heyrir oft þetta svona að þetta sé bara mitt persónulegur sjónarhorn og kannski kemur engum að gagni. Já, þetta er alveg eitthvað sem ég heyri gjarnan, hver myndi nú vilja skoða þetta, akkur ættu við að vera að geyma þetta. En einmitt að koma úr dánabúum, þá er þetta ekki til staðar. En það kemur alveg fyrir að fólk reynir kannski að svona ómeðvitað örugglega að sannfæra mig gildi gagnanna sem það er skilin, sem þarf ekki að gera. Mér finnst þetta alltaf áhugaverð gögn og vel varðveita þau, svona, það er almennt alltaf nálgunin okkar. En fólk er minni því að skila inn eigingögnum og það er kannski líka út af þessu. Það hefur ekki endilega trú á því að þeirra gögn séu nógu merkileg eða áhugaverð. Nei. Til þess að skilinu skjalasafni. Þetta er ekki nefnilega skilduskil. Það myndur breyta ýmsu ef það væri svona, það væri þetta auðvelt að komast að brenna og ekki að fara skilin. En það væri svona ákveðin kannski hugafarsbreyting mætti eiga sér stað að fólk færi sjálft með gögnin sín og gæti þá einmitt sagt frá þeim og frá upprunanum og svo leiðis og myndi þá létta af þetta flækjustig þegar fólk kemur á dánarbú veit ekkert hvað gögnin þetta eru og lætur þau hendurnar ykkur og því verða að finna út úr því kannski. Já, það kemur einstaklingum, það er alltaf auðvildast þegar einstaklingur sjálfur getur sagt manni frá því hvað gögnin þetta eru. Já. Og hver upprunn þeirra er. Þannig að við getum kannski hvatt hlustendur og áhorfendur til þess að fara bara beint með gögnin sín til ykkar í fullu trausti og getið þið sagt mér frá síma, þú sagðir að vera símatími, getur kannski gefið hlustendum og áhorfendur bara svona praktist? Já, við erum með símatíma, hann er 10 til 12 mánudaga, miðvikudaga og fimmtudaga. Þá er hægt að hafa beint samband við okkur og svo erum við líka bara með
tökum við fyrirspurnum, bara upplýsingar@skjalasafn.is ef fólk vil senda tölvupóst frekar. Og það bara að gera að hafa samband ef einhverja spurningar vakna. Upplýsingar@skjalasafn.is, já. Þar má bara spyrja, láta vaða og spyrja. Bara fá mjög gjarnan fyrirspurnir sem eru bara, við erum með eitthvað gögn í kassa í geymslunni og viljum vita hvað við getum gert við þetta. Ég náttúrulega myndi helst vilja spyrja ykkur munið eftir einhverju svona gögnum sem voru alveg fáránleg og þið bara hugsa með ykkur, nei, þetta nú ekki, en kannski út af trúnaðinu, þá getur maður ekki einu sinni spurt svo leiðis. Já, ég bara allavega, fyrir mín part að það hefur ekki komið fyrir. Nei, það hefur ekki komið fyrir. Að hlutir, ég hugsi það, nei, ekki þetta. Nei, ok. Nei. En það frekar að það sem stendur upp úr eru skjalasöfnin sem að mér þykir væntum sem ég skráði, sem að ég hafði rosa gaman af að mér fannst veita áhugaverða innsýn í lífi einstaklingsins. Og getur þú kannski nefnt okkur dæmi þau eða er það líka trúnaður kannski ómikill trúnaður á því? Já, það er bara hinn og þessi í rauninni. Skjalasöfn sem maður finnur skemmtilega ástabréf eða dagbókafærslur eða það er eitt sem að þetta er í huga sem var mikið bara spánarferðir og annað á 8. og 9. áratugnum sem að það var svo ljóslifandi, ég hafði gaman af því. En það er bara oft einhverjir svona ákveðni vinklar sem að... Og lesið þið þá öll gögnin sem að þið fáið? Ekki þaula, nei, en við reynum að greina þetta bara eftir bestu getu og skrá þetta niður, þannig að þetta sé leitabært, fólk geti leitað í þessu. Vá, þetta er nú ekkert smávegis spennandi og það má líka þá benda áhugasömum og rannsakendum á að það er náttúrulega aðgengi að þessum söfnum í þjóðskjalasafninu líka, er það ekki, nema þegar það er takmarkað en annars og rafrætt afgengi ágætt orðið, er það ekki? Þú meinar í stafrætt endurgerð? Já, nei, eða bara til að leita allavega. Já, í geymsluskránum. Já, það er, við erum svona til dæla nýbúin að innleiða nýtt kerfi, skjalaverslukerfi. Og það er enn svo sem aðeins í vinslu, en það er betur bæta leit alveg margfalt ef ég trú á. En jú, það er aðgengi bara algjörlega og markmið með varðveislun er auðvitað að fólk sé að nota safnkostin og sé að nýta gögnin og rannsaka þau eða einfallega bara leita einhverju þekkingu eða upplýsingum. Þannig að þjóðskjalasafnið er sannarlega opið 4 daga í viku og svo erum við í samráðshóp með héraðsskjalasöfnum og landsbókasafni einkaskjalasöfn og það sem við erum að vinna saman að aðfangastefnu yfir allt landið og það er mjög gagnlegt að vinna með öðrum aðilum á sama vettvangi og fólk er mikið að velta fyrir sér velta þessu fyrir sér þegar það er með gögn í sínum fórum sem að eiga kannski tengingu við önnur svæði á landinu. Ég hef sjálfur hitt fólk þar sem að það var alveg ofboðslega ánægt með að fá vísbendingum að það sé safn á Hvammstanga og gögnin hafi tengingu við Norðvesturland. En svo hef ég líka fengið hitt að fólk, þó að gögnin hafi kannski haft tengingu við Suðurland, að þá vildi það samt hafa gögnin í Reykjavík vegna þess að allir ættingjarnir og öll fjölskyldan er búsett hér og það verið nærtækara aðgengi fyrir alla ættingjana að hafa þetta á því safni sem að þau búa nærri. Þannig að svona ákvarðanir eru þetta alltaf endanlega hjá þeim sem afhendir safnin, gögnin til varðveislu. Já, það er þessa ákveða, hvar á að varðveita. Já. Og við erum einfallega bara að reyna að leiðbeina og vekja máls á því hvað er í boði en alla jafna er þessi faglega meðferð alltaf svo sama að við hreinsum út plast, við erum að hreinsa út bréfaklemmur og alla svona aðskota hluti sem skemma gögnin til langtíma. Við erum að pakka þessu allir sýrufríar umbúðir þannig að þetta varðveitist ekki bara í næstu 50 árin heldur 100 ára eða jafnvel lengur og þannig að þetta er svolítið svona eins og við séum að kannski líkt þess að við séum að svolítið að planta trjám og rækta skó til framtíðar að þetta séu gögn fyrir framtíðarkynslóð til þess að skoða og vinna úr. Nú er þetta nú einmitt ákvörðun sem að verður að taka að leita eftir einkaskjalasöfnum og í þeirri trú að það skipti máli einmitt að þetta séu tré framtíðar eða séu fræ sem sagt af því að það er náttúrulega einhver kostnaður við það að taka þessi vinna við að skráða og ganga frá því og slíkt þannig að þetta er náttúrulega hlýtur að byggjast á þeirri trú að það skipti máli.
Já, algjörlega og það kannski eiginleikarnir svolítið öðru sem milli þess að þetta sé opinber gögn eða einkagögn, þannig að það þetta ekki hægt að eins og varst að nefna á það er ekki hægt að leggja þá kvöð, ef við getum kallað hana kvöð á einstaklinga eða fjölskyldur að afhenda sín gögn til varðveislu. Þetta þarf að vera samráð og samtal og samkomulag. Jú, það kostar vinnu að ganga frá þessum söfnum, það kostar umbúðir en við þurfum líka þekkinguna og aðstofuna frá almenning sjálfum, þannig að almenningur vonandi kemur að borðinu með sitt framlag með gögnin og þekkinguna. Ég man eftir í Frakklandi, ég var að rannsaka svona einkaskjalasöfn og taldi það þau voru svo mikilvæg fyrir lýðræðið, jáfnvel einhvern veginn, það væri bara svona líku við beintenging og milli svona þessara skjala og hvernig sagan er til og þannig, að sem flestir einhvern veginn kæma því að búa til þessa sögu framtíðarinnar, en þá man ég eftir svona mjög mæðulegum skjalavörðum, þar sem að það var í einstökum héruðum og líka skjalavörður í París sem að sagði bara allt í einu hafði það snúist við og það var svo mikil vakning að mjög margir fóru að gefa og þeir voru eiginlega bara að kaffærast í bréfasöfnum og skjölum, og Frakkar eru náttúrulega mjög meðvitaður svona skjala eða varðveislu gildi og vildu allir einhvern veginn. Þá fannst þeim sem voru með svona einhver alþýðu skjöl, fannst það svo mikilvægt að þau skjöl mættu koma inn í þarna sama sal og kongaskjölin, að þetta var svona hálfgerð svona skjala tíska og þá fóru skjalaverðinir svolítið að vera stórir upp á sig og minna á hvað þetta kostaði mikið og menn ætti ekki að koma með einmitt allar þessar bréfaklemmur og plastmöppur og eitthvað svona. Það var svona skjalavarða pirringur því að ég heyri ekki þann pirring hjá ykkur. Nei, við erum allavega ekki drukknað eins og komið er í einkaskjölum. Nei, alls ekki. Nei, en þetta er pláss takmarkað að endingu og það er þetta eðli skjalasafna sem fyrir bara að þau eru alltaf að stekka, allavega á pappírsformi en líka auðvitað rafrænu formi. En ég meina, geymsluskilir eru mikilvæg og við þurfum að huga þeim og nei, ég myndi nú ekki segja að þessar aðstæður séu uppi hjá okkur að við séum að kafna og drukkna í skjölum. Við horfum kannski meira á það sem lúxusvandamál þá ef það kemur upp nei, við bara býðum að sjá hvort að það komi upp og þá bara bregðast við. En finnst ykkur vera áhugi hjá ungu fólki sem er stundarrannsóknir á að leita þessara heimilda? Getið þið merta svona af umferðinni á söfnin? Það er kannski ekki beint í okkar störfum við erum ekki upplýsingar á þjónustunni, þannig að við kannski erum ekki alveg með einsinn inn í það. Ég var samt trúaði að sagnfræðingar og sagnfræðinemar séu svona ákveðin kúnnahópur sem að sækir skjalasöfnur reglulega og það eru fleiri líka mannfræðingar og þjóðfræðingar sem eru að nýta sér skjöl og ég myndi nú svona hallast þessi frekar jákvætt svar við því að það sé ungt fólk leiti í gögnin svolítið. En það þarf kannski líka alltaf einhvern millilið sem þarf að kynna það þarf á einhvern hátt að segja fólki er það ekki hvað er eða skráningi þarf á einhvern hátt að vera opin þannig að fólk geti fundið þessi gögn svona og viti kannski sirka, annars menn alveg bara viti ekki af hverju menn eiga að leita eða hvað. Akkurat, já. En það getur þetta verið ofgnótt upplýsinga að leiti þegar þú ert að leiti heilu skjalaverslukerfi yfir eitt skjalasafn. Við erum auðvitað með í þjóðskjalasafni eru 50 hillukilometrar af gögnum og það er ekkert allt frágengið og ekkert allt komið upp í hillu og það er alltaf auðvitað bætast við á hverju ári. Einkaskjölin eru talin vera svona cirka 10% af þeim safnkosti, 5 kilometra cirka. Og eitt af því sem við erum að gera í þessum samráðshóp, við hefum haft vefsíðu sem heitir einkaskjalasafn.is og við erum svona að fara að endur þróa hann aðeins, en hann hefur verið hugsað sem svona gátt inn í það hvar þessi söfn eru varðveitt. Já, það er frábær vefur verið að segja. Einkaskjalasafn.is bendum fólki á það er gátt sem að einmitt er svona. Það er eiginlega fyrsta aðgengi ef fólk ætlar að leita sér upplýsinga að fara þangað eða ekki. Ok, það er nú mjög gott og svo getur hringt í ykkur líka í símatímanum
og bæði þá þeir sem eru að hugsa að afhenda eða gefa og svo hinir sem að ætla sér að nálgast gögnin og allt það ferli. Og þið sjálfur eru þið búin að gefa ykkar, hafið hugsað ykkur að gefa ykkar enga heimildir, ykkar gögn til safnsins? Já, ætli það ekki á endanum? Ég heldur við hljótum að þurfa að standa við það ef við viljum standa með málstaðnum. Fyrsta skref er að fá vini og ættingja til þess að afhenda sín gögn. Já. En, já. Og það má sem sagt ef þú gæfir þínar til dæmis þínar dagbækur inn á safni núna, þá mættirðu sjálf fara og grúska í þeim. Já, ég mætti það og í rauninni hver sem nema ég myndi vilja annað og það væri gerður einhvers konar samningur aðgengi, takmarka aðgengi við mig. En já, það var í rauninni svo lengi sem þetta ekki einhverjar trúnar upplýsingar þá er þetta bara þannig að það sé hægt að fá aðgengi að þessu á lestarsal. En ef að þið svona réttir að skanna yfir eitthvað bréf og bara til þess að skráða og setja rétt leitarorð á það og svo leiðis og sjáu að þarna glæpamál og myndu þið geta farið til, ég er búin að gleyma, myndu þið geta farið til lögreglunar eða? Það er góð spurning. Eflaust, þessar rastar á nú ekki komið upp hjá okkur. Nei, það verður spennandi. Við erum nú eiginlega ekki með, leysa ykkur ráðgátu í skilin. Já. Það getur vel verið að sé nýjar upplýsingar í alls konar sakamálum sem að. Já, þetta er alveg spennandi sem þeir eru að gera en þetta er ekki yfirleitt, ekki dagstæglega svona rosalega spennandi að þið séu bara með logandi löggun á línunni og. Nei, það gerast ekki alveg svo hratt, myndi ég segja. Og gögnin eru kannski ekki það ung að við séum að fá gögn sem að leysa sakamál síðastu ára, en hver veit hvað leynist í bréfunum. Það getur allt gerst í einkaskjalasöfnunum og þetta er svolítið svona víðtæk flóra sem byrtist þarna. En það er einmitt kannski einmitt hugsunin að þetta séu ekki bara spennusögur, heldur þetta séu einmitt hversdags efnið er alveg eins merkilegt og einhver ægileg spennandi mál. Þannig að það er enginn að fara að dæma að gögnin séu ómerkileg út frá því að þau séu ekki einhverja stór viðburði. Nei. Það er ekki mat sem við leggjum á gögnin. Og við fáum inn alls konar gögn. Við fáum inn bara, dagbækur og bréf og svo fáum við bara vinnugögn og bara heimilisbókhald og glósur og jafnvel kvikmyndaprógram komið núna nýlega og það er bara alls konar skjöl sem að ráta til okkar. En hvernig en hljóðefni sem sagt upptökur og slíkt? Já, það hefur komið með nokkrum söfnum og við erum svona tiltölulega nýbúin að vera að koma okkur upp og erum enn að vinna í því að koma upp verkstæði þar sem við erum að færa gögn af þessum úreltu miðlum, svo kassettum og yfir á stafrænt fórum og í langtímavörslu. Þannig að hljóð og myndbandsupptökur þetta hefur verið að koma með og mann eftir nokkrum, mér minnir að vera í nokkru stéttarfélögunum og þar hafa bara verið bundið í lög að taka fundina upp og upptöku. Þannig að upptakan er líka varveitt vegna þess. Og svo er þetta bara verkefni að koma þeirri upptöku af kassettinu því að hún varveitist ekki að eilífu. Þetta er svakaleg vinna maður. Já, þetta eru líka ómótstæðilegar upplýsingar og er það sem að starfi gengur út á og verkefni stofnunin er að gera gögnin aðgengileg. Þetta er fremsta megni og opnar upplýsingaflæði og fleiri rannsóknir og aðra sín á samfélagi bæði í dag og þá á fortíðinni. En mætti ekki vera miklu fleiri til að vinna í þjóðskjalasafni að ykkar mati, sko, því þú segir þetta eru mikilvægar upplýsingar og þetta er náttúrulega mikil vinna. Jó, það er þetta bara ég held að maður myndi alltaf segja já. Maður myndi alltaf segja já, sko, þetta er mjög víðtæk spurning því að það er þetta mörg verkefni sem við verðum að vinna í þjóðskjalasafni sem er öll mjög mikilvæg á sinn hátt og það getur verið bæði í forvörslu, stafrænt endurgerð, að taka við gögnum frá opinberum aðilum, skráningin sjálf, upplýsingaþjónustan sjálf. Nei, vegna til dæmis á okkar tíma þegar við tölum alltaf meira og meira upplýsingaóreiðu og við kannski vantar stundum bara svona fastan punkt í bara hvað
hvað gerðist og hvað satt og rétt, að þá finnst mann eins og hljóta verði mikilvægara þetta starf þar sem upplýsingarnir eru rétt skráðar og eru ræktar til uppruna síns og annað. Þannig að það hljóta verða dálítið, þú veist, það ætti að verða ennþá svona efling á starfi skjalasafna. Man fannst eitthvað svo skrítið að leggja saman niður borgarskjalasafni til dæmis, eins og það sé tímaskekkja sko, þú veist, að það skiptir máli að Já, algjörlega og trúveruleiki, nú voru ég búin að nefna traust áður og nú voru komin að trúveruleika sem annað lykilhugtak í störfum skjalasafna og það alveg sérstaklega við tíman í dag þar sem að einmitt svona maður finnur alveg fyrir svona ákveðnu upplýsingaóreiðu, maður finnur líka já, svona þjóðarleiðtogar víða heim, segja nú bara nánast orðið það sem sýnist og komast jafnvel svona einhver leit upp með það á þess að bakka upp með einhverjum frumgögnum. Skjalasafni á þessum tímum algjörlega eitthvað sem að stendur fyrir trúveruleika og eitthvað svona staður sem að fólk þarf að geta farið og leita sér áreiðanlegra upplýsinga með sínum eigin augum jafnvel. Þannig að já, vefurinn, hann ekki með svör við öllu en vefurinn frábæra mörgu leiti þetta fyrir lýðræðislega umræðu og allt það. En jú, það betur má duga skal, við varum alveg til að hafa fleiri með okkur í vinnu og allt það. Svona stofnanir þetta bara settar skorður eins og allar aðrar. Þetta bara fer eftir fjárlögum og í öðru sko, þannig að svolítið svona víðtæk spurning. Jú, en virðist vera svona aðsamt að yfir höfuð þá oft svona mikið fjármagn í svona lykilstofnunum lýðræðisins en skjalasöfnin sko oft talin vera svona eitthvað ekki beinlínis lykilstofnanir eða þannig eins og það sé ekki svona þetta eitthvað svona já gott að hafa þetta svona til hliðar en svo það kannski einmitt kemur á daginn á svona að þetta er ákveðin grundvöllur þess að við vitum að það sé hægt að rekja uppruna upplýsinga og Já, ég veit ekki hvað skal segja. Við erum kannski í ákveðinni búblu, við upplifum þetta kannski ekki að skjalasafni sé svona eitthvað til hliðar og sé eitthvað auka viðbót sko, en frekar að þetta er svona mikilvæg partur í skjalaverslu, bæði eins opinbera en líka bara samfélagsins í heild. Já. Þannig að já, og við erum líka þó við séum ekki bara í samstarfi og samræði hérna innanlands, þá erum við líka í samræði við norræna kollega okkar og þannig að þar maður finnur það svolítið mikið erlendis frá að öryggismál bara númer 1, 2 og 3 umræðinni. Öryggismál þá í skilningur öryggi gagnanna eða öryggi þegnanna með tilliti til sannleikans eða þannig? Já, við kannski það kannski frekar verið að vísa í öryggi safnana og gagnana og vörslu þeirra. Sjálfsög alltaf öryggi þegnana, það allir setja starfsfólki og almenning út í fyrsta sæti, líf og annað sé í húfi. En semsagt, það ég meina bara við innrásir og sprengjuárásir og annað sem að gerast í heiminum í dag, þá þetta fólk að huga þessum málum öryggismál safna. Já. Skjalasafn eru oft svona fyrsti staðurinn sem að innrásarlið myndi sennilega taka yfir og taka yfir gögnin og upplýsingarnar og þannig að það þarf að hafa það dálítið í huga. Þú talar kílómetra áðan sko, þannig að þá heyrði maður að þetta var ekki bara rafrænt sko, þú veist það ekki allt orðið bara rafrænt. Nei, það ennþá mjög margt á pappírsformi og við erum enn að taka við helling af gögnum á pappírsformi og það breytist örugglega ekki kannski alveg í bráð en svona verður örugglega áfram svona næstu áratugi pappírsform að koma inn. Og svona einhverjir auka fundir þá hjá ykkur kannski út af svona kjarnorku pælingum og þannig, þú veist, einhver svona öryggis ótti hjá ykkur? Nei, það verður ekki ratað til okkar ennþá, en þetta er meira eitthvað sem við heyrum á umræðu sem á staði svona alþjóðlegum vettvangi og kannski svona Evrópusamstarfi og þá líka Norðurlandaþjóða. Þetta er hugmyndir sem að koma upp þar og við erum meira kannski svona, já, einmitt, maður hugsa út í það. Já,
Við erum ekki alveg kannski á Þið eru svona æðruleg, þið eru svona rétta fólkið á þessum stað að taka móti þessu gögnum því að það lítur að þurfa þetta þolinmæði einhvern veginn svona og jákvæðni og einhvers konar æðruleysi. Hvernig kom það til að þið fóruð yfir í einkaskjalasafna skráningu og... Já, þetta bara kannski meira svona lendi hjá okkur en þetta bara ofboðslega skemmtilegt starf sem að eins og segir, þetta kannski þarf jákvæðni og svona, þetta ákveðið þjónustustarf, þetta ákveðið svona samtal sem maður á við almenning og við fáum að heyra alveg alls konar einmitt hugmyndir skjalasöfn og skjöl og gildiskjala sem rosa áhugavert að heyra því að eins og talum við erum kannski svolítið búblu þar sem okkur þykir við vera mikilvæg og þannig að það áhugavert að vera í þessu hlutverki líka út af við að vera að svara fyrirspurnum og þetta bara mjög skemmtilegt að því leitinu þetta getur verið svo fjölbreytt það sem að koma inn og skrifið því jafnvel sögurnar þá hjá ykkur með skrásetja þær með þessar sögur sem að þið heyrið og þannig. Já, við reynum að halda utan sögu einstaklinga og félag og fyrirtækja bara sem svona ákveðinu svona grunnupplýsingar þegar kemur að safninu og svo líka bara skráum við hjá okkur einmitt þær upplýsingar sem að kannski veita innsýn inn í safnkostin og þegar við skráningu þá er auðveldara að skrá söfn sem að veist meira heldur en minna. Þannig að þið eru svona líka eins og rithöfundar þið eru of mikið, já, nema að gefið ekki út, Nei, við erum þetta bara að skrifa þetta inn í staðal hjá okkur sem að gengur út á að gera þessi gögn aðgengileg. Og hvernig lendir þú í þessu? Í einkaskjalasöfnunum? Já. Við fænum bara umsjón yfir þeim í vorið 2022 í Þjóðskjalasafni. Þá erum við nú uppalega teymi sem heitir Fræðsla og rannsóknir og svo eru skipuritsbreytingar í október síðasta árið sem að þá verður þetta svið og þá verður síðan í framhaldinu til verkefnastjóra staða einkaskjalasafnin. Og þannig að svona, það er svona stutta frásögnin og við erum svona, við erum bara verið svona þess að endurmóta þessa vinnu svolítið á þessu ári, myndi ég segja, hjá okkur. Við erum með mörg söfn sem að þarnast frágangs hjá okkur og við erum verið að vinna á það safn, þau gögn alveg skipulega. En við erum svona að reyna að opna kannski, það er svona kannski nýja vítin er að við erum að reyna að opna þess dyrnar bara kannski fyrir almenning að koma inn og í framhald af þessu málstingi sem við heldum með hollvinasamtökum Þjóðskjalasafns þarna í maí og þá vorum við með opið hús og buðum bara almenning að koma inn og spjalla við okkur bara eins og við erum að spjalla svolítið núna og jafnvel líka bara ef fólk var með tildingið söfn í sínum fórum og vildi ræða kannski með okkur eiginleika, eitthvað smáatriði umbúðir og hvort að það geti gert eitthvað sjálft, lagt eitthvað vinnu í fráganginn. Og þetta tókst bara ágætlega til og við stefnum á að gera þetta aftur í haust og kannski reglulega frá með hausti. Stórkostlegt. Og viljum stórkostlegt þjónusta, Já, þetta er einmitt líka partur af því að við eigum að þjónusta almenning og við erum alltaf að fá fyrirspurnir í síma og á vefnum en það má kannski ekki heldur gleyma þessu persónulega samtali, þessari nánd að hitta fólk og spjalla eins bara undir 4 augu jafnvel, og það er alveg opaslega mikilvægt líka. Og hleypa fólk inn á safnið og vera einmitt sýnileg þar til þess að eiga þetta samtal. Eiga stefnumót á skjalasafnið, það er nú frekar svona spennandi verið nú að segja. Já. Við bendum hlustendum og áhorfendum á þann kost. Ólafur Arnar Sveinsson, sagnfræðingur og sviðsstjóri fræðslu og rannsókna í Þjóðskjalasafninu og Þórunn Marel Þorsteinsdóttir, verkefnastjóri einkaskjalasafna í Þjóðskjalasafninu. Hjartað þakkir fyrir að koma að rauðaborðinu og segja okkur allt einkaskjalasöfn og að það eru nú ekki bara einkamál sem eru í einkaskjalasöfnum heldur varða bara sögu okkar allra og eru með símatíma og í Þjóðskjalasafninu, þannig að við hvetjum alla til þess að leita sér upplýsinga og fá ráð áður en þeir bara farið með bílfarmana og sorpu. Ég heiti Oddný Eir og þakka ykkur fyrir að fylgja okkur eftir. Þakka Laufey Líndal fyrir að varpa spjallinu yfir til ykkar og við höldum áfram að spjallum heiminn og
allt eftir smá stund. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.